Ég vissi að Bubbi hafði áhuga og það voru fleiri en einn og fleiri en tveir leikhússtjórar svona í gegnum tíðina búnir að svona flagga þessu, en ég var ekki sannfærður og mér langaði ekki að gera bara einhverja aðra sögu og setja músíkina hans Bubba inn í það. Svo ég bara vissi ekki nógu mikið Bubba. Það var svona kannski eins og fyrir flestum bara svona þessi ákveðna stærð, þú veist, og maður heyrir í honum í útvarpinu og hann alltaf eitthvað að gaspra og tjá sig og svo var það ekki fyrir en að ég sé ljóðabækurnar hans sem að ég fékk svona uppljómun. Þarna væri komin undirtextinn og dramatíkin, klífur sjálfan sig í herðar niður og hann leysir sjálfan sig upp í einhvers konar bara frumeindir. Þarna eru drengurinn sem var brotið á. Hvaða djöfulsins bull er þetta? Ertu algjör hálfviti? Þarna er hrokafulla popstjarnan og þarna er maðurinn sem varð að fjalli með tár innan í sér og það var eiginlega bara svona svipuðum tímapunkti sem að ég fékk hugmyndina að þetta ekki verið einhver einn sem að léki Bubba. Hann væri svo margbrotinn, hann væri allar þessar hliðar og það væri upplagt að fá bara heilan leikhóp til að gera það. Svo byrjar okkur, litlu Bubbanum. Ég leik unga Bubba. Ég leik Gúan og Bubba. Ég leik utangarðsmanna Bubba. Ég leik ego-Bubba. Ég leik edrú Bubba. Góðæris Bubba. Sátta Bubba. Þetta er svona svolítið innblásið að partaterapíu svona í sálfræði, þú veist, þar sem að menn taka ákveðin hluta sínu ævi eða þú veist, ég 12 ára sem að lendi í þessu, ég er hér. Og svo er það skynsami ég sem að, þú veist, ætlar alltaf að standa sig fyrir mömmu og pappa eða eitthvað svoleiðis. Og svo þetta er bara leið til að nálgast svona mismunandi fleti á sjálfum sér. Og svo var draumurinn að steypa þessu öllu saman, þannig að þeir gætu verið í einhvers konar samræðum hvor við annan. Hvað finnst Gúan og Bubba góðæris Bubba sem er búinn að selja sig og þú veist, hvað hefur litli Bubbi að segja ego Bubba sem að bara gefur dauðan og djöfulinn í allt og flýgur á nasavængjunum. Þetta er bara moka með teskeið, það er bara lítið í einu. Ég meina, ég var að skrifa handritið í 1,5 ár og það var langt í frá tilbúið þegar ég kem hingað til þess að æfa. En í leikhúsinu þá klárast þetta á æfingaferlinu með leikhóp. Í blokkinni inn í Gnóðarvog, sumar í 68, sat ég upp í rúminu, nýbúinn að hátta. Lög unga fólksins hljómuðu svo hátt út gluggann. Heimurinn var blokkin mín, ég leik mér þar við skuggann. Þetta er gaman, ég hef svo ótrúlega gaman og þetta er svolítið magnaferðalag að horfa á ævi sína á sviði og svo sannarlega er þetta ævi mín, þetta er lífshlaup. Svo er þetta auðvitað leikhús. Og þú þarf svolítið að taka sviðið upp. Og sett á alls konar tímaskeið og það er hlaupið fram og aftur í tíma og ýmislegt kannski gert öðruvísi en allt byggt á kjarna. Ég man öll þessi augnablik, ég man ótrúlega augnablik. Og svo man ég miklu, svo eru atriði þarna sem að gera það verkum að þau opna það allt henni fer að renna í uppþotnaðan farveg og þú manst, já þetta, já og svo kom þetta. Geggjað. Þegar maður er sáttur og þú þarft að vera sáttur, þá er þetta æðislegt. Þá er bara, mér finnst bara ekkert einhvern veginn óþægilegt við þetta. Þetta kemur bara sjálfum mér alveg gríðarlega óvart og svo ánægilega óvart. Af því að ég bara gerði mikið grein fyrir hvílíkur leikhúsmaður Óli er og hvað hann er fær og svo þessi leikarar, Jesús, Pétur, María, þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu. Ótrúlegt. Líf Bubba, sem búið að vera náttúrulega svakalega erfitt. Byrjaði á eiturlyfjum. Maður kemst mikið að hvernig hann var áður og það er margt í leikurinn sem maður vissi ekki hann. Sérstaklega, já, það er mjög mikið af þessu sem ég vissi ekki Ég tengi svolítið við hann. Hann bara, já, hann er bara stjarna. Geggjugleraugu. Og mér þótti svo vænt hvernig einasta Bubba. Allir Bubbarnir sem komu bara, já, ég elska þig, þú veist, bara geggjað. Hvernig leikararnir kannski sjá Bubba Leikhús, 1-2. og kjarnan í honum á þessu tímabili og samsama það við sjálfan sig, eins og með Halldóru, þú veist, hún er ego Bubbi
hún búin að vera að rækta egóið, þú veist. Svo kannski aðeins svona horfir hún til hliðsjónar á Bubba, en það fyrst og fremst sko Bubbi í gegnum hana. Við erum náttúrulega búin að kynna okkur svo mikið Bubba og allt þetta og hver eru leyndarmálin hans og við hvað hann hræddur og hvernig reynir að lifa af þegar þú ert hræddur, hvernig reynir að stækka þig til þess að lifa það af og allt eitthvað svona. Kannski hljómar sko corny, en við erum öll bara mannverur sko og manneskjur. En að finna Bubba sig, ég er búinn að tala svo mikið við Bubba. Mér finnst við alveg vera keimlíkir sko. Bubbi, erum við ekki líkir? Erum við ekki líkir? Nákvæmlega eins, hjörtun okkar slá í takt. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Hann er svona sá sem að tekur við eftir að mesta dópruglið er næstum búið að ganga fram á honum. Ég hef ekki verið án gítar síðan ég var 7 ára. Svona gerir sér grein fyrir því að hann lifi ekkert af með því áframhaldi. Og hann er reiður og viðkvæmur og fær útrás í gegnum slagsmál og hann svona veit ekki alveg, hann ræður ekki alveg við sig, hann ræður ekki alveg við tilfinningar sínar. Þannig að hann er á bara frekar hræðilegum stað. Hann var á sínum tíma bara eins og svo margir á þessum góðæristímum, fyrir hrun, þá var hann svona miklu stuði, keypti sér flottan bíl og flott föt og spilaði fyrir örugglega útrásavíkingana og hafði það bara helvíti gott. Við vorum hópur tónlistarmanna sem vorum að spila í veislum og annað þar sem útrásavíkingarnir væru. Bara eins og öll þjóðin var einhvern veginn með á þessum vagni sko. Við fengum hellinga pening og allt þetta sko. Og það sem mér langaði var það að ég langaði að eiga það mikið pening að börnin mín þyrfti aldrei að hafa áhyggjur og allt þetta skilurðu og auðvitað og ég er með bíladellu. Mér finnst alveg rosalega gaman að keyra fína bíla. Mér finnst alveg bara geggjað sko. Koma eiturlyf og stelpur og allskyns rock og ég tengi bara svo mikið við þetta. Svona ekki segja neinum. Bara býr í kjósinni og er bara fullur kærleika sko. Og hérna er bara, já, ástin er það sem skiptir máli sko. Ég reyni bara að hætta að hlusta á umhverfið. Það er svona egóið, kannski svona manneskja sem er full af egó er kannski að hætta að hlusta á allt sem er að gerast í kringum hana. Keyri bara áfram af því hún treystir því ekki að umhverfið kannski muni taka vel á mótinni eða eitthvað svoleiðis. Það er ákveðin tímabil á egóinu, þá fæ ég dálítið aulahroll. En leið bara, vá! En þar er ég auðvitað kannski að skaða mig sem mest. En bara, þú veist, stórkostlegt, ég kom fyrir gegnum það, ég lifði það af. Ég tengi bara svo mikið við þessa næstum því svona unglingareiði. Þessi sterka, ég er einn, ég þarf að berjast fyrir þessum öllu saman. Og það er svo mikið í Undirgangsmanna Bubba. Þú veist að hann kannski taldi sig líða vel, en eins og Bubbi Mortens í dag, hann sér bara eitthvað lítinn strák sem er dálítið týndur og lítill í sér, sko. Sko, ég er náttúrulega við Bubbi erum jafnaldrar og ég kynntist honum þegar ég var 15 ára. Þannig að ég útskrifast á leiklistarskóla 1981, hann byrjar slæri gegn með Ísbjarnarblúsin 1980. Þannig ég er sko búinn að vera samtíða Bubba bara í 40 ár. Fer í fiskvinnsluna og byrjar að vinna bara fyrir sér. En á meðan hann er þarna á verbúðinni þá er hann alltaf að spila. Og hann ákveður það á verbúð að verða tónlistarmaður og hættir í slorinu. Og þá fer hann og semur Ísbjarnarblús. Hann fer alveg í meðferð og í svona mikilli einlægni og bara verða betri manni en hann reynir svona að kannski stytta sér leið sko með að þú veist kannski díla ekki við öll erfiðustu vandamálin sem er erfitt að horfast í augu við og fer þetta of mikið á hnefunum og hann gerir sig eiginlega svo busy bara hann hefur ekki tíma til að dópa og hann er að gefa 2 plötur á ári og hann er að safna fyrir Kvennaathvarfið og S.A.A. og Landgræðsluna og nýju tónlistarhúsi og bara you name it sko. Það er mikil ork í honum og kraftur og af því hann er svona reiður og þarf þessa útrás og svona og rósótti við skólan og kennaran og mammans á erfitt með hann á til hans og svoleiðis. Hún líður eins og hann get ekki alveg sagt hvernig honum líður. Ég leik mömmans Bubba. Hann var mikill mömmustrákur, hefur hann sagt mér og maður hefur lesið og hann segir að hann hafi verið í uppáldi hjá hann líka af því að hann var svo sætur. Þeir eru allir fallegir og misjafnir í glímunni sinni við lífið og svo eru leikararnir svo fallegir í sinni túlkun á Bubbanum í sjálfum sér
og af því að þetta er leikhús þá samþykkjur það og þú gengur inn í það. Þetta er ótrúlegt ferðalag og þetta er fallegt ferðalag. Þegar ég var sjálf í hljómsveit, ég meina þá gerði ég svona asnalega hluti eins og sparki andlita áhorfanda og þú veist, ég gerði svona hluti. Og þannig það eru element í honum sem ég þekki mjög vel í sjálfri mér. Og ég sæki þau. Eða þú veist, mér finnst þetta bara frekar aðgengilegt. Við erum ekki að herma eftir Bubba. Þetta er ekki eftirhermukeppni, þú veist, annars hefði ég fengið bara Ladda og Hjálmar Hjálmars og einhverja til þess að gera þetta. Það var eiginlega það fyrsta sem ég vissi að ég vildi ekki gera. Og ég held að við öll sem erum að leika, gerum það ekki. Þannig að þetta er ákveðið svona, þetta er meira spurningum hvaða afstaða sem maður er að leika, og hvaða tímabil og hvaða afstaða hann hefur á þeim tíma. Punkti. Ég ákvað rauninni bara leikan sem minnst, en aftur á móti reyna að fylla mig af afstöðunni sem hann hefur. Ég hefði geta gert 3 kvölda bara Wagner-sýningu, þú veist, Bubba-hringurinn. Og þegar ég horfið svona á þetta, þá hugsaði ég bara, þú veist, mikið rosalega ertu búinn að standa þig, drengur. Það geta verið bara 8 tímar hérna í eitt mánudags, þriðjudags, miðvikudagskvöld. Það var svo mikið efni. Hann hefur lent í svakalegum ævintýrum bara í lífinu. Bara mikið af svona vondu og góðum hlutum í lífinu sem ekki gott. Klámversin á Still a little bit late, Vala. Still a little bit late on the... And 1, 2, and 3, 4. Yeah. Just show me. I was asked to do this show I think about a year ago, and so I had a good year to kind of find out who he was and listen to the music, and then I met Ollie, the director, and I have to say, I went round to his house to read the script for the first time with him and to kind of start storyboarding the show. I was just blown away by Ollie's vision for this piece. Up, up, down, up and down, all the guns. A musical about someone's life can be fairly kind of like formulaic. This is a very different way of telling this story. I don't say this is theatre, I say this is an event. This show is an event. But it's really nice because I mean his story is so interesting, and I almost think this show could be a really great movie, you know, like Rocket Man or Bohemian Rhapsody. It's the typical rock star story, the rise to fame, and then the hardship, and then the different barriers that come up against him, and of course it's a love story as well. There was lots of love involved. It's hard enough for me doing an original show in English, but doing an original show in a language that I don't speak, I thought would be very difficult. But his music. It kind of has lots of parallels with the British music scene. So there's an influence between British music and Bubby's music, and you can kind of see that. And I was around, you know, during that time in the 80s and 90s, and I kind of understand the genre. So in this number, there's a very kind of driving drum beat, and it's at a time when Bubby was being very political. So we're showing lots of people kind of in them, it's kind of like a socialist trailer, I think, is what we're trying to go for. Very kind of oppressed people walking in uniform up and down the mountains, workers. You know, The Wall, the video, though, it's kind of like that kind of thing I want to go for. Even though this is an original show, the other shows that I've done here, they are shows that you've got to recreate in a different way for a new audience. With this show, I wanted to approach it differently and really involve the actors. It was a completely new way of me working. I was guided a lot by what the actors were bringing and what the actors were doing, and we discussed ideas together and we shared ideas. I always come into the room with an idea, I plant a little seed, and then we just start to work and start to develop things. The first number I did was Romeo and Juliet. I knew what that song meant to the nation, and I know the legacy of that song. And I think what we do in the show is very unexpected. But it doesn't take away from the nostalgia of that song or any of his music. It's been difficult because of Icelandic isn't my first language, but working with Ollie has been a dream. He's a very generous director. These actors are all so talented and wonderful. They've made my job very easy.
syngur þá línu með. Við hræðumst hjarta hans. Á ég syngja það með? Já, nærðu alveg þarna upp? Jú. Undir hælinn verður tróðinn líkt og lögðin smá. Við hræðumst hjarta hans og augun Ok, það er þá bara spurning hvort hann nær því. Já, kannski helsti munurinn á sko Ellie og svo aftur Bubba, Nýju líf, er náttúrulega að Bubbi er á lífi en Ellie dvelur í öðrum heimi og það er allir dásamlegir þegar þeir eru dánir. Það er ákveðin ljómi bara sem fylgir því, já. Þetta er egocentrist, þetta kitlar hégóma og allt þetta, þú veist, ég er ennþá lifandi og það er risastórt leikverk og söngleikur líf mitt og... Ellie var mjög lokuð manneskja, talaði mjög lítið sitt tilfinningarlíf, sitt fjölskyldulíf og svo það er í rauninni bara tilviljun að langflestir textarnir sem hún er að syngja fjalla ást eða ástleysi. Með Bubba hins vegar þá er hann alltaf leynt og ljóst að fjalla sjálfan sig, eðlilega, í sinni músík. Meiri segja í lögum sem hann hefur sjálfur sagt að fjalla ekki neitt. Eins og Fjöllin hafa vakað sem að segja, nei, þetta er bara eitthvað, ég var svo stónd maður, En það er samt sem áður. Á þeim tíma sem hann semur lagið, sko, þá er hann að umbreytast í einhvers konar fjall. Og þú veist, það var Dóra á æfingu sem kom með lykil að þessu lagi. Sá er talinn heimskur sem opnar sína sál. Ef hann kann ekki að ljúga, hvað verður hann þá? Undir hælinn verður tróðinn líkt og lögblöðin smá. Við hræðumst hjarta hans og augun blá. Það fjallar löngunina til þess tjá sig, en leið kröfuna að vera fjall, sko, vera sterkur og láta ekki hlutina hafa áhrif á sig og bara vaða áfram. Það er samhengi að finna í öllum lögunum hans. Og í upplýstum sal með gervisól er lífið dásamleg þreyta. Við prófa það? Upplýstum sal með gervisól er lífið dásamleg. Taka þetta einu svona enn, þetta lagur ekki eitthvað. Jú. Ok, við vorum að stytta aðeins líka leiktextan. Við tala inn í minn. Vorum að stytta aðeins leiktextan. Sá er talinn heimskur sem opnar sína sál. Ef hann kann ekki að ljúga, hvað verður hann þá? Undir hælinn verður tróðinn líkt og lögblöðin smá. Við hræðumst hjarta hans og augun blá. Hvað er langt í frumsýningu hjá okkur, Andri? 10 dagar? 10 dagar í frumsýningu?